sem keimlíkt því sem í verkefni 3 og ég hérna, ef við skoðum, ég skrifaði bara eitthvað svona HTML hérna, ég búinn að svindla svona aðeins, þannig að þið hérna leyfið því vonandi að slæta, setjum hérna, þannig að við sjáum þetta aðeins betur. Ok, ég búinn að skrifa hérna eitthvað HTML og ég búinn að setja hérna eitthvað header og main, svo ég með eitthvað hafsjó og einhverjum divum hérna. Sést ekki vel, ok. Prófum hérna eitthvað annað kólaskema. Þetta mjög fínt. Þetta ekki fínt bara? Og prófum hann ok. Hvort? Þetta mjög gott. Þetta ekki gott fyrir litmynda, heyrðu. Það trampar. Solarized, nei, við vorum á hverju? Solarized Stack, já. Þetta skemmtilega leikur. Maður gerir þetta áttar. Twilight, herri, when in doubt, Twilight. Herri, þetta svona, rennur allt svolítið saman hérna, en ok. Við sjáum þetta ekki? Já. Ok. Herri, ég sem sagt með div hérna og eitthvað svona, og ef við sjáum hvernig þetta birtist, þá þetta hérna, þessi heading, svo sjáum við hérna eitthvað, 0 af, 0 eftir, atrið til að bæta við, kíkjum eftir hérna, það eitthvað form hérna, og svo eins og við tölum á mánudaginn, progressive enhancement og unobtrusive JavaScript, þannig hérna myndum við vilja að þetta myndi alltaf virka áður en við fyrir að skrifa staf af JavaScripti, svona í ákveðinni útópíu, en við erum svo sem ekki að fara að gera það núna, svo getum við gert það seinna meir þegar við erum búin að læra það að gera eitthvað svona bakenda sem getur gert þetta líka að tekið þessi gögn og persista þau fyrir okkur, þá í einhverju gagnagrunni eða eitthvað. En ástæðan fyrir öllum þessum divum með einhverjum svona klasanöfnum í raun að ég að nota Bootstrap. Þannig að ef ég fer núna hérna á getbootstrap.com, skoða hérna, þá þess að Bootstrap svona CSS framework fyrir útlit, most popular HTML CSS JS framework for developing responsive mobile first projects on the web. Og þetta alveg ótrúlega fínt projekt fyrir svona forritara sem eru svona hönnunarheftir. Þú færð bara eitthvað sem lítur rosalega vel út og svo getur þú keypt bara svona theme, þannig að þú færð eitthvað sem lítur ennþá betur út og einu sem þú þarft að gera að setja hlutina hérna upp þannig að það noti svona klasa hérna. Svo hérna með eitthvað container fluid, row, þá getum við nota hérna grid-kerfið frá Bootstrap, svo erum við eitthvað list group, það gerir bara voða fína svona list-grúppur. Þannig að þá með því að setja þetta svona upp og svo finn ég hérna ctn, tek bara hérna latest útgáfuna af Bootstrap og smelli henni inn hérna. Refresha. Ó, vá, hvað þetta ótrúlega fínt. Og responsive. Nei, úps. Þannig að tæknan eitthvað smá beglaður. En þetta svona, maður fær ótrúlega mikið fyrir ótrúlega lítið. Og það ótrúlega gott documentation hérna. Og bæði þess að bara svona CSS almennt, fyrir bara svona fundamental, fyrir griddið. Og svo bara hvernig við birtum ákveðna hluti eins og hérna töflur og svona, við getum við skoða þetta hérna og svo getum við skoða þessa komponenta sem eru þá meira byrstingin á einhverjum ákveðnum hlutum sem svona þá svona og taka þessa grunnhluti og svona nýta það saman við eitthvað annað, gera eitthvað svona stíla til þess að fá eitthvað svona flotta labels og fá svona variationir á það, badges, svo erum við hérna eins og list group sem að nota hana. Og við getum fengið svona alls konar, fáum svona hover og getum gert þau aktiv og alls konar. Þannig að þetta mjög fínt. Þannig að ég var búinn að setja hérna inn þessa klassa og þá bara virkar þetta. Eina sem ég vantar hérna að það var ekki svona hægt að setja strike through eða line through auðvitað þannig að ég bætti því við hérna. Já.
setta upp bara með hana urlunana í CSGO og tók eitthvað svona demosíðu settinu. Það kom svona skrópa, voru svolítið. Já, varstu með bara akkurat bara úr beint af beljunni? Já. Já, það getur bara verið buggur, ég veit ekki. Já, þú getur kíkt á það eftir. En síðan ég með hérna neðst, ég að vísa í eitthvað JavaScript-fall sem ætlar að gera þannig að þetta eitthvað virki hérna. Þetta bara, þú veist, gerir ekki neitt. Skiptir ekki máli hvað ég gerir hérna. Allt bilað. Þannig að þá, maður sjá, svona. En þá byrjum við hérna og ég búinn að setja bara svona beinagrind fyrir þetta og við ætlum að nýta okkur þessa unobtrusive hugmyndafræði og skilja eftir mjög lítið fótspor í global skópinu og við ætlum að nota til þess svona mjög einfalt pattern sem við förum aðeins betur yfir á mánudaginn en pretty much þá erum við að rappa inn þessum hlut hérna, to-dos hlut í closure og þá fáum við í raun lexical scope hér sem bara innan þessa lokunar og skilum síðan object sem að vísa í eitthvað init-fall og í eitthvað add-fall. Og svo getum við séð hérna hvað þetta add, það bætir við atriði, hvort það sé klárað eða ekki og init það húkar öllu dótinu saman og býr til heimsmyndina fyrir okkur. Ok, síðan erum við með hérna document add event listener á DOM content loaded. Þegar það gerist, þá köllum við þetta todos.init. Þannig að þá húkarast þetta allt saman og við getum hérna gert þetta svona tiltölulega snyrtilegt. Og það kafli með þetta í element JavaScript sem hérna, kafli 10 sem heitir modules og svo förum við aðeins yfir þetta og svo ennþá lengra fram í tímann förum við yfir svona aðra leiðir til að búa til svona modula og svona svona pakka fyrir JavaScript. En ok, hérna bara þurfum við að tengja við DOM-ið og hér erum við með þessar breytur sem við þurfum fyrir þetta. Þannig að við þurfum eitthvað fyrir formið okkar, við þurfum eitthvað fyrir þetta texta input hérna, eitthvað fyrir takkan, eitthvað fyrir þetta hér, þetta þarf að uppfara og við þurfum að vera hérna með form, item container, remaining og total. Ok, þannig að við byrjum bara hérna form, þetta skilgreint hérna frá ofan, við þurfum ekki að gera var, þetta bara að vera global breyt innan þessa scopes og þá getum við bara að kalla það í document, query selector og þetta formið okkar hérna, class add to do, þannig að við getum við form, add to do, svona og svindlum svona hérna, svona eins og við taka kökun út úr ofninum. Púf, vá, hvað ég var fljótur að skrifa þetta. Ok, og hérna erum við komið með þetta to-do items, remaining og total. Þannig að þarna erum við komið með í raun reference í JavaScriptinu okkar til þess að sækja það sem í HTML-inu okkar og gera eitthvað við þau. Ok, geymum þetta hérna aðeins, hlaða því sem var vistað og tengja eventa við vistað ef eitthvað. Þannig að ef við erum með eitthvað vistað þá viljum við í raun hérna, þá viljum við húka því upp þannig að það gerist eitthvað þegar við smellum á það og klárum það og svona. En hins vegar það sem við viljum gera að tengja handler við form. Ok, hérna erum við með eitthvað submit handler og hann fyrir submit á formi, hann bætir við atriði. Ok, þannig að þá skulum við bara segja hérna form at event listener submit handler. Þannig að þá erum við búin að segja það þegar eitthvað submitað í þessu formi, þá fer það hér og bætir við atriði og við erum bara eftir að útfæra það. Þannig að þá getum við sagt hérna console log submit handler. Svo viljum við ekki að formið fari eitthvað með okkur, þannig að við gerum hérna prevent default sem kemur þá í veg fyrir eins og áður að við gerum þetta að íti hérna, þá ég að posta síðunni, það gerist bara svo liftur hratt. Þetta er samt ekki að gera það alveg fyrir innan. Nei, það skiptir ekki máli. Það raun, þú ert í þínu spacið þarna, bara svo lengi svo gera einhver staðar í fallinu. En ef þú kastar vill einhvern tímann áður en þú kemst í prevent default, þá kallar hann ekki prevent default, þannig að þá munum posta, því að þá hann ekki að gera. Þannig að þá oft gott að setja F til þess að geta með debugga. Ok, þannig að við erum hérna með submit handler og svo viljum við raun sækja textan sem við ætlum að bæta við. Þannig að við erum einhvern veginn text og þá erum við með hérna, við erum ekki með inputið, þannig að við getum kallað í inputið, finnum það, þá erum við með þetta form hana
með frá ofan, það í scope hjá okkur og við getum kallað í query selector á því, query selector, input, en þá sækir það input-fieldin okkar, svo viljum við fá value-ið, það þá input.value og ef value ekki tómstrengurinn, þá viljum við kalla í save, geta ekki save allavega okkur hérna, nei, add og value og svo viljum við þá svo viljum við hreinsa inputið og þá getum við segja hérna, við getum ítum þessu frá okkur, segjum það bara eitthvað fall hérna add, það mun sjáum þetta þannig að þá getum við sagt hérna control log mun bæta við to do complete ok, sjáum hvað gerist núna hvort þetta eitthvað virki hjá okkur ok, þannig að svona og svo opna ég konsolinn núna þegar ég er búin að vera að skrifa allt út í það þannig að ég fekk hérna downloaded þannig að núna gerir ráð fyrir því að ef ég skrifa eitthvað inn hérna og gerir bæta við það muni skrifa eitthvað út ok, submit handler mun bæta við ASDF undefined og þar hinsaðist þannig að þetta svona að haga sér eins og við hefum búist við og við sjáum hérna að við fáum undefined að því við sendum ekki incomplete þannig að það hérna við sendum bara inn value þannig að þá getum við í raun sagt bara ef við fáum ekki complete það ekki sett þá getum við bara höndla það eins og við viljum eitthvað default state sem væri það bara false og þá munum við sjá að það að undefined falsy þannig að við getum í raun trýta það að fá ekkert inn þannig eins og að fá inn false ok þá svona spurning hvað viljum við gera næst viljum við ekki bara bæta hlutnum við og svo getum við líka séð að ég hérna expose hérna add ég setja hérna í þetta þannig að ef við skoðum hérna í global scope sem í raun bara það sem við getum komist í hérna það í raun bundið við window sem bara glugginn sem við erum með í vafranum þannig að window það sama og við erum með hérna ef við skrifa eitthvað ef við skrifa hérna to do's þá það hluturinn minn sem við byggum til hérna og ef við opna hann þá sjáum við erum með add og við erum með init og svo erum við eitthvað proto hérna við munum skoða það mándaginn en ég get núna sagt hérna to do's add foo true og þá sjáum við hérna mun bæta við foo true þannig að með því að skila þessum hlut hérna með og þetta hlutur, hann með lyklinum add og hann bara vísun í þetta fall hérna sem add þá munum við komast inn í þetta skot okkar hérna þannig að við getum líka sagt hérna console log form þá getum við gert hérna svo við getum bara gert aftur og þá sjáum við fáum formið þannig að við höfum aðgang að þessum breytum bara með því að fara þarna inn en við erum samt sem aður það ekkert form hérna í global scope en svona getum við hólfað okkur af ok, en nú svona kannski aðal kjötið í þessu að búa til þessi to do og ég ætla að búa til svona hjálparfall hérna hvað? Return á þetta hérna, já þetta skilur bara hlut þannig að svo munum við skoða hvernig við getum búið til klasa en klasar ekkert voðalega mikið notaðir í JavaScript en með ECMAScript 6 þá auðveldara og meira sein að búið til klasa þá fyrir við líklegast að sjá meira en ok, við ætlum að búa til eitthvað hjálparfall hérna og það ætlar að búa til element með hugsanlega klass og hugsanlega texta þannig í staðan fyrir að vera alltaf að endurtaka alltaf og gera document, create element append child, create text note þá ætlum við bara að gera það hérna einu sinni þannig að þá það bara eitthvað hérna document, create element name þannig að þá fáum við bara eitthvað við getum sendt p, h1 eða whatever svo segjum við class name sem vísar í hérna hvaða klass þetta fær og hann þetta aftur að því að klass séu að það hæglatast öðruvísi að því að það
reserved keyword, það sem heitir class name. Við getum líka notað class list, þá erum við að vinna með þetta eins og lista sem við getum bætt við einu og einu, en við viljum bara henda inn öllu í einu, þannig að þetta tekur bara streng og setur strengi sem class. Ok, og það hérna hugsanlega class, þannig að segjum hérna if class name, og þetta virkar út af því að ef við fáum eitthvað eins og undefined, þá mun það vera falsy, og þá munum við ekki keyra þessa hérna if sæð, og svo if text, þá viljum við segja append child document create text node text svona og svo return þannig að hann bara svona til að hjálpa okkur við að þurfa ekki verið að skrifa alltaf aftur sömu hlutina ok, og svo ef við skoðum hérna hvar við ætlum að henda þessum atriðum inn þá erum við með hérna sem heitir to do items og það er UL þannig að við viljum eitthvað li þar, ok? Þannig að það getur við sagt með li og svo to do, hvað var það? Container eitthvað, item container append child li Þetta er hjálpafall sem við vorum að skrifa hérna þannig að það munir taka inn hérna li, ok? Li, býr til li, skila li og svo ætlum við líka að setja inn textan sem er bara to do itemið okkar, þannig að við setjum hérna text þannig að við segjum bara li, tómurstrengurinn to do ok sjáum hvernig þetta hafa sér prófið hérna ok, hei, ég fæ eitthvað og sama hér yey, eitthvað gerast en þú veist, þetta er ekkert úrlega spennandi hérna þannig að ég var búinn að undirbúa eitthvað hérna hérna ok, tökum þetta bara svona hingað skoðum það fyrst og skiptum þessu út hérna nei, nú ætlum ég að búa til li en svo ætlum ég líka til þess að það verði fínt og flott þá ætlum ég að gefa því þennan hérna klasa sem ég fann bara í Bootstrap sem er bara það að við erum með hérna þetta er list group og þetta li ætlar að vera list group item sem þýðir að það má fá eitthvað útlit á sig. Svo ætla ég líka að vera með takka til að eyða. Við ætla bara að búa til button þá og hann fær hérna þessa klasa hér. Buds gerir það verkum að hann verður dreginn til hægri á þessu list-iteminni. Svo verður hann button og hann verður með default button og hann verður extra small button. Þannig að geyminn þannig svo sem að flettis upp. En þið getið skoðað nákvæmlega hvernig þetta lítur út bara með því að skoða á Bootstrap. Þá sjáum við bara nákvæmlega, til þess að fá svona taka, þá setjum við svona með þessum klausum. Og hann ætlar að vera með textan eyða. Og síðan ætla ég að segja að þegar þú smellir á hann, þá ætlar að keyra delete item fallið. Þannig að þá getum við sagt hérna, console log eyðum. Og svo ætla ég að fá heading og ég ætla að nota H4 og ég ætla að gefa því list group item heading þannig að þá sjáum við að þetta verður svona alltaf fyrst á list group item heading þannig að þetta svona heldur sig út af því að CSS er allt eitt skóp, það er bara global skóp þannig að þá verður þetta til þess að komast hjá því og svo ætlum við að vera með einhvern checkbox container að því að aftur til þess að fá svona smekkleg checkbox í Bootstrap þá þurfum við að vera með röppuð í divi eða einhverju sem er með klassan checkbox ok, svo býð ég til label ég býð til input og þetta input er að típunni checkbox, þannig að við getum checkað í það. Og, ok, sjáum svo hérna. Bætum við hérna, ef það er complete, það kemur sér inn true eða eitthvað truth í gildi hérna, þá ætlum við að segja að það sé checked og við ætlum að segja checkbox container, sem er þá þessi container hérna, hann ætlar að fá class sem er complete. Þannig að hérna notum við class list í staðinn fyrir class name. Þá getum við bara sagt add complete. Þá mun það bara sjá að bæta því við klassana á elementinu eins og hérna í staðinn fyrir að þurfa að fara í einhverja strengjaleikunni. Ekki þurfum ekkert að spá í bílum eða eitthvað svoleiðis. Þá sjáum við hérna, þetta complete klassin er eini klassin sem ég skrifa hérna sem er bara complete og label undir því fær text decoration line through. Þannig að það svona verður bara yfirstrikað þegar við erum búið með það. Og svo ætlum við að segja, þegar eitthvað gerist við inputið, þegar það breytist, þá ætlum við að toggla þessu to-doi. Þannig að við smellum á það og
og það í einhverju steiti, það búið eða ekki búið, þá breytum við yfir í hitt steitið. Þannig að segjum við hérna. Og núna erum við búin að búa til þessi element, en þau eru bara eitthvað þess og krus út allt. Nú þau eru að búa til tréð sem við ætlum að bæta inn í hérna dommið okkar, til þess að þetta síðan, þannig að núna ef við keyrum þetta, þá þetta í raun minna en áðan. Þú veist, nú gerist ekki neitt, af því að við erum búin að búa til þessi element og þau eru bara, þau tengist ekkert við hérna dommið. Þannig að þá tökum við hérna seinasta. Og þá sjáum við að við ætlum að taka label sem hérna uppi og við ætlum að setja inn í hann inputið, af því að þá getum við smellt á allt labelið og þá mun inputið triggerast og við ætlum líka að setja á hann textan fyrir to-doið. Okay? Þegar það búið, þá ætlum við að taka hann checkbox container og við ætlum að bæta við hann labelinu í heild sinni. Þannig að þá kemur labelið með inputinu og textanum, það finnum við containerinn. Svo ætlum við að taka headingið og við ætlum að bæta við því checkbox containerinn og svo við lið ætlum við að bæta við delete buttonunum og svo headinginu. Og þá erum við búin. Þá erum við búin að búa til þetta tré og þá getum við sagt hérna bætum við containerinn og þá loksins gerist eitthvað að viti. Þannig að með allir þessu hérna æfingu hér þá verður það þannig að við komum núna eitthvað hérna, búa til to-do kerfi. Okay. Þá það svona voða fínt. Og þá ef við skoðum hvernig það hérna í domminu, þá sjáum við hérna erum við með hennan to-do items. Og við bættum við hann hérna list group item, þannig að við sjáum hérna list group item, það hér. Og svo sjáum við hverju við bættum við það hérna. Þannig að append child delete button, append child heading. Og sjáum við hérna, fyrsta sem við bættum við, það hér, delete button, og svo kemur heading, það hér. Okay, og svo við heading, append child checkbox container, og hann hér, og hann á að innihalda labelið, og labelið á að innihalda inputið og textan. Þannig að við fáum hérna, checkbox, container, label, og input type checkbox, og textin. Okay, en svo þetta var ekki einu sem við gerum, að þegar við tengdum líka við change eventin á þessu hérna, þannig að núna gerum við hérna togglum, og ef ég smelli í raun á textana þegar hann inn í labeli, þá gerist það sama. Og svo hérna, eyðum. Þannig að, notaði. Já, það kemur síðan núna, ef við búum síðan til, þegar við getum ekki búið til tilbúið, við erum ekki búin að implementa þessa hegðun, en við erum með þennan apa okkar expósaðan hérna, þannig að ef við gerum núna þetta, þá sjáum við að við fáum hérna strikað yfir og tekkað í það default. Þannig að þá erum við búin að gera hérna, en þá fáum við hérna complete og inputið checked. Og við sjáum það að við förum hérna niður, en sem ekki vera því núna. Þannig að við erum búin að gera þetta hér, en núna samt það þannig að ég refresha og allt horfið. Þannig að það ekkert voru skemmtilegt. Þannig að núna, mest sem við gera bara að eyða þessum itemi hérna. Þannig að þetta hérna virki. Ok. Og við sem sagt fáum inn hérna, fáum inn this. Og ef við skoðum hvað það þá this takkin sem var ýtt á. Þannig að við getum nýtt okkur það. Í staðinn fyrir að vera að binda okkur við einhvern nákvæman takka, við þurfum ekkert við getum bara nota eventina, þegar eventin segir okkur hvað var klikkað á nákvæmlega. Við getum líka notað Þá sjáum við hérna mouse event, þá sjáum við líka hérna source element, originatorinn af þessu klikki þessi hér. Þannig að við getum líka notað það til þess að finna elementið. Í staðinn fyrir það að reyna að halda bókhaldið utan það sjálf, hvað við erum með mörg item, hvar við erum með eyðatakka, hvar við erum með input, sem væri bara heljarinnar hausverkur og bara fullt að kóða sem algjör óþarfi að því að við vitum alltaf hver klikkaði. Og þá vitum við bara, þetta bara nóða í trén okkar og við ætlum bara nota dommið. Dommið bara okkar staður sem við erum að birta þetta allt saman. Þannig að þá viljum við reyna bara út frá þessu
eyða því, bara úr dominu. Þannig að þá getum við sagt, this tagginn, þá þurfum við bara að skoða hérna, ef við finnum aftur hérna að taka. Við hefum gert bara hérna, inspect element. Hann á svo parent, sem bara itemið, ok? Flott, við getum notað það, this parent node, sem það bara nóðan fyrir ofan, sem listinn, remove child, this. Tagginn, lið, þetta ekki að gleyma einu leveli upp, svona. Skott að ég hef búin að baka þetta fyrir hérna. Remove child, hvað gerir ég villust? This parent node, og after parent node, remove child. Já, ég náttúrulega get ekki remove a child, við ætlum að fá villu hérna. Svo segir, já, það einhvers veginn kemur villu að þú ert að reyna að remove a child sem ekki child. Það var bara smá hugsunarvillu hérna, ég var aðeins og kokki. Svo gerist þannig svona, og haha, nú fór þetta. Þannig að nú getum við gert hérna, bæta við, og eitthvað, eyða. Yes, þetta farið. Ok, þannig að þetta var ekkert volaflókið. Og svo ætlum við líka að toggla iteminn. Þannig að þá viljum við bara geta einhvern veginn sagt þetta item búið og þá getum við nýtt okkur aftur bara dommið til að segja bara þau atriði sem búin, þau bara merkt þannig að eins og hérna að í þeirra hluti af domminu checkbox complete undir list group item complete. Við getum verið meira fancy en þetta alveg nægar upplýsingar til þess að vita að item sé búið og eða ekki. Þannig að við viljum bara toggla þetta state og nota svo CSS til þess að upplýsa notandanum í UI-inu það. Ok? Þannig að svona til þess að við náum að klára þetta allt saman. Svo við taka hérna þetta aðeins meiri. En þá viljum við segja hérna this, þegar við komum hérna inn, þá inputið. Þannig að labelið þá parent-nóðan og containerinn þá parent-nóðan af labelinu. Þannig að það þá þetta div checkbox. Svo bara viljum við sjá, ef það checked, þá bara container, class list, add complete, annars remove complete. Þannig að nú vikstum við þetta og gerum svona. Núna fáum við strikið yfir og það for all purposes búið þetta atriði. Þannig að hérna geta merkt búið. En núna þetta aftur þetta, ég refresha og þetta allt farið, sem ekkert skemmtilegt. Þannig að þá við með, skoðum hérna hvað við eftir að útfæra hérna. Við eftir að gera update, status and save. Og það þá sjáum við líka hérna, við fáum alltaf bara 0 af 0, 0 af 0. Þannig að það fínt að gera það núna. Svo viljum við vista þetta. Ok. Þannig að, sækjum þetta aftur hérna. Nei, þetta var hérna. En þá, að þegar við vorum búin að segja það, við varum að merkja, öll itemin okkar undir þessum container og þau öll eitthvað input. Við getum líka að kalla það lið hérna, skiptir svo sem ekki öllu máli. Og þau sem búin, þau þau sem með þennan complete hérna klasa. Þannig að þetta bara þær upplýsingar, við bara segjum þetta nóg þarna. Við þurfum ekkert að vera að flækja þetta neitt meira. Þannig að þá getum við selecta hérna með query selector all, length, öll itemin sem til og svo öll itemin sem búin. Og svo segjum við bara total sem við vorum búin að ná í hérna og festa við hérna uppi. Total, document query selector total og þetta var remaining. Þá segjum við bara total, hérna svindlum við smá, inner HTML. Við getum nú alveg sagt bara text content sem að make meira sense. En inner HTML leyfir okkur að setja eitthvað streng sem með HTML-i. Browserinn mun grípa það og segja, hei, það HTML í þessu, ég þarf að parsa þetta. En það getur líka valdið vandræðum. Af því að það getur verið svona performance hit. En ok, svona text content. Ok, svona.
Nú refreshum við hérna, ok. Það gerist ekki neitt þegar við keyrum þetta. Af því að þetta fall sem sagt ekki keyrt þegar við keyrum þessa event okkar. Þannig að dundrum því núna bara inn hérna. Mætti alveg gera þetta eitthvað snýstilegri hátt, en þetta alveg fínt fyrir okkur eins og Sjá, segjum þetta svona. 1 af 1 eftir. 2 af 2 eftir. 1 af 2, 0 af 2. En núna erum við bara að teikna bara uppfæra stöðuna á þessu í hvert skipti sem við gerum. Þannig að við þurfum ekkert að vera með eitthvað, við þurfum ekkert að flækja þetta neitt meira. Við þurfum ekkert að vera að fylgjast með einhverju einasta itemi og vera með einhvern global teljar eða eitthvað. Við bara spyrjum, bara hey, hvernig er staðan? Staðan er svona? Ok, flott, teiknum hana. Þannig að það væri aftur mjög auðvelt að fara hún í þá hólu að vera halda þetta eitthvað fylki sem er með alla þessi hérna, að vera með 2 teljara í global state og vera alltaf að uppfara þá upp og niður og mun gleyma því síðan þegar ég eyði þá gleymdi ég að uppfæra hann counter, þannig að þá verði ég off ykkur og verður voðalega flókið. Staðan fyrir það bara, við erum bara með eitt fall hérna og það er bara, það sérum þetta, þannig að við bara svona, púf, keyrum það bara alltaf og það sérum þetta. Nema að við erum búin að lofa þér líka að vist eitthvað, þannig að ekki fínt að uppfylla það loforð. Svona, ef við höfum tíma, spýtum aðeins lóna. Ok, þá kemur hérna smá biti viðbót. Hérna vorum við þetta. Ok. Núna þurfum við í raun að taka þessar upplýsingar sem við erum búin að codify einhvern veginn í domin okkar og við þurfum að varpa því yfir í eitthvað annað sem við getum geymt. Þannig að þá ætlum við að gera það þannig að við búum bara til eitthvað fylki hérna sem heitir to-dos. Svo náum við í öll itemin sem er bara query selector all á li undir item container. Svo ýtrum við í gegnum það fylki og finnum tvennt. Við finnum heitið og stöðuna. Heitið er bara textin sem er undir label. Það er bara þessi gagnstruktúr okkar sem við erum búin að búa til, hann er þannig. Og hérna erum við ekki að nota complete, heldur bara að inputið sé checked. Það er stated á því. Þannig að það er checked, true, eða checkið það og false annars. Svo tökum við to-dos og pushum á þetta fylki bara þessu item okkar. Þannig að þá ef við sleppum þessu hérna og skoðum hvað er að gerast hérna. Ja, enda betra. Og nú ætlum við bara að vera hérna, við erum að vinna þessa virkni hérna og það er eitthvað. Við setjum hérna debugger. Þetta er í raun frátekið orð og gerði því lengi vel ekki neitt. En ef ég er í Chrome, ég veit ekki með Firebug, ég held það, og ég er með DevTools open og ég er með debugger og hérna túlkurinn lendur á þessu keywordi og treatar hann eins og breakpoint. Nú ger ég HTF, bæta við, post in debugger. Þannig núna fann hann þessa línu, var að fara að keyra hana, staðan fyrir að keyra hana og bara stoppa hann og hleypti mér inn. Þannig núna get ég bara verið hérna með alveg þrælfínan debugger sem ég get steppað í gegn, ég get séð hérna, þetta er alveg beautiful. Og ég get séð bara stöðun á öllu, ég get séð hvar ég er í call-stacknum, þannig að við fyrir hérna. Það var submit handler, kallaði add, sem kallaði þetta hérna í fyrirlestur 10 í línu 81 í update and save. Þannig að við veitum nákvæmlega hvernig við komum hingað. Við sjáum hérna current total er 1, complete er 0. Svo getum við séð hérna, við erum með bara play, þannig að þá höldum við bara áfram. Svo erum við með step over, sem að þá fer yfir í næstu línu, en fer ekki inn í hana. Það er hérna step into og step out of. Þannig að við getum farið inn í föll og við getum farið út úr föllum. Þannig að við getum drillað okkur niður í, ég get gert hérna að við gerum step out of, þá fer ég út úr og fer í efra skópið sem er þá add. En ég hef ekki áhuga á því, heldur við langar mig bara að keyra hérna yfir. Ok, to-dos. Núna, ok, við sjáum to-dos er tómafylkið. All, þetta er listi hérna, list group item, það er bara eitt item í honum. Og svo nú ætlum við að ídra þetta í gegn. Þannig að nú förum við inn í ídrunina, við stoppum hérna á næsta og förum inn. Svo hérna ok, all. Svo höldum við áfram label. Svona. Label er ASDF sem passar við það sem við settum. Ok. Næsta.
state er false, to-dos push, puff, þá sjáum við hérna, to-dos object núna, en við getum líka farið hérna uppi, watch, og sagt to-dos. Þá getum við opnað hlutin og skoðað inn í hann. Já, ok. Labelaðist ef state false, frábært. Þetta alltaf gerast eins og við óskuðum eftir því. Þannig að svona getum við svo bara haldið áfram. Ok, nú þetta búið, þá bara förum við, ok, þá förum við upp með scope, við erum hér, förum áfram, við erum hér, áfram, prevent default hérna, og svo núna erum við bara komin út úr okkar kóða og vafrinn tekur við og við erum búin. Þannig að þetta ótrúlega sterkt og bara þarna til að nota. Nú hefur við 3 mínútur að klára og þá ætlum við að nota JSON og við erum skoða svona hvað það nákvæmlega á mánudaginn, en svona sneak peek. Þetta getur tekið hlutin okkar, stringify, breytir honum í bara streng og svo local storage, það á window.local storage, þetta svona HTML5 API fyrir JavaScript. Við ætlum að setja itemið to-dos til að vera þessi strengur. Ok, flott, og svo erum við með í lokin ætlum við að taka þetta, saved og bæta þeim við. Þannig að við rennum hratt yfir það. Þá erum við með saved, það tekur það út úr local storage og parsar JSON-ið, parsar þá strengin sem við erum búin að kasta yfir í yfir í hlutin okkar, fylki af hlutum, fer síðan ítreið gegnum það, bætir við hverjum hlut, bara eins og við gerum í gegnum API-ið, þannig að það var það bara að gera nákvæmlega sama hér. Svo ætlar það að finna allir þessi item sem við þá búa til í dóminu og bara tengja þá, þannig að það virki að setja delete item, toggle item og þá erum við búin. Ok, svo við sjá hvað gerist. Heyrðu. Já, ok, svona. Nú erum við ekki með neitt hérna, gerum ASDF, bæta við. Það bilaði eitthvað, við erum eitthvað bilað. Unexpected token U. Ok. Nú gerir ég eitthvað alveg frábært hérna. Heyrðu, puff, control A, control. Já, puff, svona og svona. Hvað í gangi? Já. Áhugavert. Jú, en hann ekki að tryggja þetta, af því að þetta eitthvað þar. Sjá. Þetta nú leiðilegt. Ég sé hvergi að ég hafi. Sjá. Herri. Sko, kíkjum hérna. Hér ekkert. Það sem við erum að lenda í hérna, svona klassískt, þegar ég var búinn að vista áður en ég útfærði þetta, þannig að núna erum við að reyna að passa null reference hérna. Þannig að við þurfum að gera if, sjá, færum þennan gaur hérna. Þetta er svona klassískur buggur sem kemur ekki upp af því að þú gerir þetta í ákveðnu röð í fyrsta skipti. Mjög nasty. Window, local storage, to-dos. Svona og svona. Þannig að við beilum bara ef við erum ekki með save hlut. Svona. Svona. Ok, nú er ekki vilja lengur. Og svona. Ára þetta. Ok, sjáum, nú refresha ég. Yey, þetta geymist. Og svona, refresha. Yey. Þannig getur við alveg 100%, við fyrir resources. Núna sjáum við hérna, ef við förum undir local storage, þá sjáum við hérna fyrir file, þetta vista per domain, þannig að við erum ekki á domaini, þannig að þá fáum við hérna, og þá fáum við to-dos,
Við sjáum hérna label ASDF, state true, label, klára þetta, state false. Ok, svo gerum við hérna, klára þetta. Já, þá er þetta bara vistað á mínum notanda í Chrome fyrir þetta domain sem er file. Nei, þetta er bara vafrinn sér bara að redda þig fyrir þér. Hann geymir þetta einhvers staðar. Í grunninn er þetta geymt örugglega í einhverjum SQLite grunni einhvers staðar. En þá er þetta komið og við erum með þetta hérna. Við getum 1 og við getum refreshað og þetta heldur stöðunni. Þannig að þetta er svona lítið dæmi það hvað við getum gert bara með því að vera að eiga við dómið.